Byrja núna. Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir embættismenn sem hér eru samankomin á Zoom-fjarfundi. Ég býð ykkur velkomin á 310. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Hér er sérstakan aukafund bæjarstjórnar að ræða og boðun hans var með skömmum fyrirvara samanber 11. grein samþykktar Fjarðabyggðar. Fundurinn er tekinn upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar og dagskrá fundarins í dag er einungis eitt mál, það er samkomulag flutning þjónustu Hulduhlíðar og Uppsala. Eins og hefur verið þá notum við spjallið sem er hér til hliðar til að óska eftir því að taka til máls og bæjarfulltrúar greiða atkvæði með handa uppréttingu. Og ég bið fundarmenn að hafa slökkt á hljóðinu þegar ekki verið að taka til máls. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta eina mála dagskrár er samkomulag flutning þjónustu Hulduhlíðar og Uppsala og framlögð drög samning sem undirritaður er af hálfu heilbrigðisráðuneytisins flutning á þjónustu Hulduhlíðar og Uppsala til Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Bæjarstjóri mun mæla fyrir samkomulaginu. Já, takk fyrir forseti og góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari sem hér á þessum fundi. Fyrir liggur sem sagt samkomulag eins og menn þekkja og menn þekkja Fossson og farið var yfir á síðasta bæjarstjórafundi. Þá höfum við núna verið í viðræðum við heilbrigðisráðuneytið. Já, við getum sagt frá 3. mars, cirka þannig, sem ráðuneytið tók þá samtali yfir til sín eða þessar samningaviðræður yfir til sín af Sjúkratryggingum Íslands þegar fyrir lá að það var engin aðili sem sóttist eftir rekstri hjúkrunarheimilina, engin svaraði auglýsingu Sjúkratrygginga. Þá tók ráðuneytið málið og tilkynnt þann 3. mars sem menn þekkja að Heilbrigðisstofnun Austurlands myndi taka yfir þessa þjónustu. Við þetta svo sem lýstum yfir ánægði með það að Heilbrigðisstofnun tækja hann yfir, við teljum að þar sé bæði til þekking og reynsla til þess að reka. Þeir reka nú þegar fyrir 90 hjúkrunarrými á Austurlandi og eðlilegt væri að þeir tækja yfir. En það sem að þekkja þá kom fram í þeim samtölum einnig að ráðuneytið tilkynnt okkur að starfsfólk myndi ekki flytjast yfir, heldur þetta að segja því upp störfum og Heilbrigðisstofnun myndi auglýsa störfin. Þetta hefur verið náttúrulega eins og með þekkja ágreiningu milli okkar ráðuneytisins. Við höfum fylgst það með Vestmannaeyjabæ í þessum málum þar sem sama staður uppi með þeirra hjúkrunarheimili og sagt að við munum ekki una þessu. Þetta hefur verið heilmikil törn núna, búið að fara mjög ítarlega yfir þessi mál og hér liggur orðið fyrir samkomulag sem ég held að við getum öll lýst yfir ánægja okkar með, sem felur í sér að Heilbrigðisstofnun tekur við þjónustunni frá og með 1. maí næstkomandi og jafnframt öllum starfsfólki hjúkrunarheimilina að frátöldum framkvæmdastjóra, eins og hefur svona legið fyrir framkvæmdastjóri okkar starfsmaður sem kom inn. Og það er þannig skuldbindið sig til þess að bjóða því starfsfólki starf með sömu réttindum og skyldum og launum. Þannig að þetta er frá og ég held að það sé mikilsverður áfangi. Við eigum eftir að ljúka svo öðrum málum hvað varðar húsnæði og lagerhald og fleira sem eru bara eðlileg og einfaldari mál sem eiga sér. En svona megin kannski svona það áhyggjuefni sem við lýstum yfir og vildum að væri ljóst frá upphafi, við vildum þessi yfirfærsla gengi þannig fyrir sig að heimilisfólk, þessar heimila og starfsfólkið yrði sem minnst þess vart, þannig við höfum náð þeim áfanga og bara lýsa yfir ánægju með það og þakkir til heilbrigðisráðuneytisins að hafa náð þessu samkomulagi. Það kemur þá þannig hér þegar að bæjarfulltrúar lýst á samkomulagið, það mun vera kynnt svo þegar það hefur verið kynnt inn til starfsmanna. Slíkir fundi verða á þriðjudegi núna strax til páska, þetta sem við þekkja þá er páskahelgin að detta, en við munum senda núna tilkynningu í kjölfar þessa fundar, samþykki bæjarstjórn samkomulagið og þá munum við senda tilkynningu á alla starfsmenn láta að vita og við höfum einnig rætt við Heilbrigðisstofnun það að síðan verður farið í kynningu þessu þar bara strax eftir helgi. En ég held að með þessu hafa náðast bara mikilsverður áfangi sem held ég að sé mikilvægur og við getum fagnað að það sé búið að eyða þessari óvissu. Ég ætla ekkert að draga það í efa að lög aðilaskipti sem við höfum bent til hefðu rammað þetta inn líka einnig,
En þetta niðurstaðan var að þau myndu ekki vera látin gilda en þá nær þetta algjörlega utan það sem hefði haft með sér ef þau höfðu gilt. Þannig að þau náðu utan það samkomulag. En það ekki fleira, forseti. Ég legg bara hér samkomulagið fram til umræðu og ákvörðunartöku til því. Takk fyrir þetta. Orðið þá laust lið 1, samkomulag um flutning þjónustuhildarliðar Uppsala. Enginn hefur beðið orðið. Ég ætla aðeins bara þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina og bara lýsa yfir ánægju að samkomulag við heilbrigðisráðuneytið sé komið í höfn og þetta búið að vera langt og strangt ferli og vonum að þetta taki allt hafi farsælan endir. En aftur orðið laust þennan lið. Það enginn beðið orðið. Jú, Hjördís Helga Seljan, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bara eins og ég sagði á fundinn fyrir mögulega mánuði, þá myndi ég treysta ríkisvaldinu til þess að standa sína plikt í þessu máli og með þessu samkomulagi tel ég þau vera að gera það. Þannig að ég ætla bara að lýsa yfir ánægju mínu á þessu samkomulagi. Og þú veist auðvitað með þessu samkomulagi einmitt verið að ramma inn þau atriði sem skipta máli fyrir starfsfólk við yfirfærsluna og teljum þau vera sambærilega ákvæðum aðildarskiptalagana. Og nú leggjum við bara mikla áherslu að yfirfærslan gangi vel fyrir sig og þjónustan verði ekki skert og hagsmunir heimilisfólks og starfsfólks verði í forgrunni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar samkomulag milli Fjarðabyggðar og heilbrigðisráðuneytisins flutning af þjónustuhildarliðar Uppsala til Heilbrigðisstofnunar Austurlands og fela bæjarstjóra undirritun samkomulagsins. Þeir sem þar samþykkja vinsælast gefi merki. Það samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá dagskrá fundarins tæmd og næsti fundur bæjarstjórnar verður 15. apríl og til hans verður boðað með dagskrá. Ég þakka fyrir fundarsetuna.